Þá kom 8. lið á dagskrá, ferðaþjónusta á Akureyri og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Núna í upphafi ferðasumarsins langar mig aðeins til þess að beina athygli okkar að ferðaþjónustunni í kringum skemmtiferðaskipin sem sækja okkur heim. Ferðaþjónusta hefur vaxið mjög á Akureyri á síðustu árum með greinilegri fjölgun ferðamanna og auknum umsviðum aðila í ferðaþjónustu. Hafnaraðstaða bæjarins sem mikilvægur þáttur í þjónustuframboði svæðisins. Síðastliðið sumar skapaðist nokkur umræða komu skipana og sitt sýndist hverjum. Það því að mínum mati ágætt að fara þessi við stöðuna eins og hann lítur út núna fyrir sumarið og vekja athygli á því sem hefur verið gert til þess að bæta móttökuna og það aðstöðu fyrir fyrirtæki sem sinna farþegunum. Starfsemi tengd höfninni og hafnsækinni starfsemi nær yfir stóran hluta Oddeyrar. Þar eru stórir vinnustaðir sem hafa lengi verið grunnstoðir atvinnulífs á Akureyri, svo sem skipaþjónusta, fiskvinnsla, vöruhöfn, fóðurgeymsla og kjötiðnaðarstöð. Á hafnasvæðinu eru 9 bryggjur sem þjóna þeirri fjölbreyttu starfsemi sem á svæðinu er. Síðastliðin ár hefur fjöldi skemmtiferðaskipa sem leggjast við bryggju aukist umtalsvert eða úr 33 árið 2000 í 104 árið 2015 og nú á árinu 2024 er gert ráð fyrir að skipakomum verði tæpar 200. Og hafa verið það í reyndar í kringum þá tölu síðustu ár og flutt 260.000 farþega. Það er áskorun fyrir að fá slíkan fjölda í heimsókn og að mörgu að huga. Aðstaða fyrir fyrirtæki sem taka á móti farþegum í ferðir þarf að vera til staðar, fólk til að leiðsegja og svo framvegis. Engar formlega kannanir hafa verið gerðar hér á Akureyri varðandi vinnuaflið en eftir óformlega talningum má reikna með að á stóru dögunum séu öðru hvoru megin við 300 manns að vinna á hafnasvæðinu við að taka á móti skipunum á þjónustofu. Þá erum við að tala hafnastarfsmenn, tollverði, öryggisverði, umboðsmenn, starfsmenn bílaleiga, þjónustufyrirtæki svo sem Terra, olíufyrirtæki, hreinsitækni og fleira. Ökumenn, langferðabíla og leiðsögumenn sem dæmi. Á annan tug ferðaþjónustufyrirtækja er að selja ferðir á hafnasvæðinu á stóru dögunum. Í þessari tölu er síðan ekki reiknað með starfsmönnum veitingastaða, safna og verslana hér á Akureyri né annar staðar á Norðurlandi. Hafnarstjóri segir að komið hefur fram í samtölum við nokkra eigendur minni rútu eða ferðaþjónustu aðila, þá séu tekjur þeirra af skipunum 80-85% þeirra heildartekjum. Þannig að augljóst má vera að það skiptir fjölda fólks miklu að vel sé staðið að þessum anga ferðaþjónustunnar. Það má til með að nefna að framkoma fundi sem Ferðamálastofa hélt í lok síðasta árs að tekjur innlendra lykilaðila og atvinnugreina af viðskiptum við skipin og farþega þeirra hafi líklega numið í kringum 52 milljörðum króna á síðasta ári fyrir utan opinber gjöld sem er meira en af góðri loðnuvertíð. Þar til viðbótar koma síðan opinbera tekjur svo sem að virðisaukaskatti og vitagjöldum og sala minni þjónustuaðila hringinn í kringum landi til skipana og farþega þeirra á kosti, afþreyingu, veitingum og fleiru. Tekjur hafnasamlags Norðurlands hafa aukist jafnt og þétt í takt við fjölda skipa sem hefur skipt þann rekstur þó nokkru máli og gert það að verkum að það hefur skilað umtalsverðum hagnaði og þannig geta varið fjármagni í að bæta aðstöðu við móttöku skipana. En eins og ég nefndi þá skapaðist nokkur umræðum skipakonumur síðastliðið sumar þar sem að framkomu mismunandi sjónarmið og því áhugavert að skoða niðurstöðu spurningakönnunar rannsóknarmiðstöðvar ferðamála frá síðasta ári en þau hafa lagt þær fyrir reglulega til þess að kanna viðhorf íbúa landsins til ferðaþjónustuna fyrir Ferðamálastofu eða allt frá árinu 2014. Nú hef ég eitthvað. En velvilji íbúa er mikilvægur liður í sjálfbærri þróun greinan. Í fyrra var í fyrsta skipti sem sagt spurt sérstaklega út í afstöðu íbúa í 3 bæjum sem eru vinsælustu áfangastæðir skemmtiferðaskipa í landinu til komu skipana í bæinn. Þessi sveitafélög voru Reykjavík, Akureyri og Ísafjörður.
Samkvæmt úrtakinu voru 64% svarenda í Reykjavík frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að hafnaryfirvöld réðu vel við að taka á móti skemmtiferðaskipum, en 70% Ísfirðinga og 72% Akureyringa. 46% reykvískra svarenda voru frekar eða mjög sammála því að skemmtiferðaskip séu efnahagslega mikilvæg fyrir heimabyggð. Það töldu hins vegar 83% Ísfirðinga, á Akureyri voru þeir 63% svarenda. Þegar spurt var hvort að íbúar yrðu fyrir ónæði af komu skemmtiferðaskipa töldu 49% Ísfirðinga að þeir yrðu fyrir ónæði, en það gerði hins vegar 25% Reykvíkinga og 34% Akureyringa. Þegar spurt var áhyggjum manna af mengun frá skemmtiferðaskipum í heimabyggð bar svo við að hlutfallslega fæstir reyndust hafa áhyggjur af mengun á Ísafirði eða 58%, en þeir voru 3 af hverjum 4 í Reykjavík og Akureyri. Að lokum var spurt hvort svarendur vildu fá fleiri skemmtiferðaskip í sína heimabyggð. Á því reyndust aðeins 8% Akureyringa, 9% Ísfirðinga og 13% Reykvíkinga. Þetta gefur kannski til kynna að við séum komin svona einhverju þolmörkum íbúana. Ísafjarðarbær hefur sett sér stefnu móttöku skemmtiferðaskipa og Reykjavík hefur hafið vinnu við slíkt og mun ég hér eftir leggja tillögu að við færum þessa umræðu hérna þessi skemmtiferðaskip inn í bæjarráð, þar sem að í framhaldinu getum við svo tekið ákvörðum hvort að setja fram einhverja slíka stefnu. En snúum okkur að málana. Loftmengun hefur verið það sem hvað flestar óánægjuraddir snúa að, en bærinn með mæli við Hof og þar hafa mælingar ekki sýnt að mengun yfir mörkum sé að ræða. Þá hefur verið bent á að mögulega sé ekki verið að mæla á réttum stöðum. Faxaflóahafnir fjárfesti í betri mælum og settu við Sundahöfn og hefur komið í ljós að mengun frá skipunum fer ekki yfir viðmiðunarmörk og má ætla að sama gildi þá skipin hér, þar sem að stærstum hluta sömu skip að ræða. Þá er vert að nefna að gerðar eru kröfur að skipin séu útbúin hreinsubúnaði. Eitt af markmiðum sem sett fram í loftslagsstefnu Akureyrarbæjar sem gildir til ársins 2030 snýr að rafvæðingu hafna. Rafvæðing hafna mikilvægt orkuskiptaverkefni sem nú þegar í fullum gangi. Höfnin hefur verið á fullu að vinna að rafvæðingu minni skipa síðustu 5 ár og komið mjög langt á Tangabryggju, auk þess sem að Torfanesbryggja henni verði gert ráð fyrir að skip geti tengst rafmagni. Því má segja að 2026 verði 2 bryggjur sem munu bjóða upp á að tengja minni skip í rafmagn, sem mjög ánægjulegt. Áskoranir eru samt margskonar og ein af þeim snýr að hækkun sjávar. Suðurhluti eyrinnar liggur lágt að hluta undir 2 metrum yfir sjávarmáli. Sjávarfalla gæti víða í kjöllunum og við viss veðurskilyrði og háa sjávarstöðu hefur verið hætta á sjávarflóðum syðst á svæðinu. Hækkandi sjávarstaða á heimsvísu mun hafa áhrif hér eins og annar staðar en líklega minni en á heimsvísu. Búast má við að hækkun sjávar í Eyjafirði verði 3 mm á ári eða 30 cm á næstu 100 árum. Hafnagarðurinn getur varið eyrina áfram í einhver tíma fyrir sjógangi, en eftir síðustu hremmingar sem þegar flæddi á eyrinni hefur Vegagerðin verið að skoða hvað sé nauðsynlegt að gera sem viðbragð. En eftir þá skoðun hefur verið ákveðið að hækka varnargarðinn á milli Úa og Norðlenska og hefur það verk þá nú þegar verið boðið út og verður vonandi búið fyrir haustið. Vegagerðin hefur sem sagt metið að slíkt komi til með að duga, metið að þannig. Og svo ég nefni nú aðeins skipulagsmálin, þá í kafla 3.5 í aðalskipulagi Akureyrarbæjar sem gildir til 2018 fjallað þróun jaðarsvæða miðbæjarins sem segir með leyfi forseta að ekki sé tilefni til að breyta landnotkun á svæðinu með þeirri öflugu atvinnustarfsemi sem þar nú stunduð. Breytist forsendur fyrirtækja á þann veg að þau sjáu sér hag í að flytja á svæðinu, til dæmis með uppbyggingu hafnar á Deisnesi, má gera ráð fyrir að núverandi landnotkun verði endurskoðuð. Tilvitnun lýkur. Þarna Deisnes nefnt og mikilvægt fyrir okkur bæjarfulltrúana að velta fyrir okkur hvort og þá hvenær við sjáum fyrir okkur uppbygging hafnarsvæðis verði þar út með firði og hvaða áhrif það komi til með að hafa á okkar starfsemi og höfnina hérna niður á Eyri. Og þessu tengt þá spennandi uppbygging framundan á Torfanefi, en það framkvæmdir ganga vel og tímaáætlun
kemur væntanlega til með að standast. Verið að steypa kantinn og verður því verkið lokið síðla sumars. Markmiðið að bjóða út í haust smíði á veituhúsi eða stúku sem nyrst á svæðinu. Vonir standa til að verkinu verður lokið mitt næsta ár. Endalt deiliskipulag í ferli og þegar því lokið verður hægt að fara að auglýsa lóðirnar. Það væri óskandi að hægt verður að koma lóðunum út í sumar eða haust þannig að uppbygging geti hafist á næsta ári. 2 hvalaskoðunarfyrirtæki sem eru að gera út frá Akureyri á miklu hraða að klára sín hús en að þessum tölu orðum Akureyri Veilubotting að raða saman sínu húsi og hitt fyrirtæki stefnir til að vera búið með sitt hús eftir 1,5 mánuð. Á árinu hefur verið gripið til með ýmis aðgerða til þess að þessi armur ferðaþjónustunnar fái betur þrifist. Sem dæmi má nefna að í vetur hefur höfnin verið að vinna eins vel með ferðaþjónustaðilum á svæðinu til þess að tryggja flæði og öryggi farþega. Búið að gera hátternis samkomulag við 20 fyrirtæki sem starfa á hafnasvæðinu. Gjaldtaka á nýja stæðinu, bílastæðinu, hófst í lok maí og hefur verið reynt að stilla gjaldin í hóf. Vonir standa til að notkun þessara stæði með tímanum aukist verulega og að langferða bílar velji þann kost umfram það að leggja á stæðum bæjarins víðsvegar bæinn. Ferðamannaseglar innan bæjarmarka eru nokkrir en listigarðurinn hvað vinsælastur og það hefur verið nauðsynlegt að bæta aðstöðuna þar. Á dögunum var ákveðið að bæta við salerni í listigarðinn þar sem mikil fjöldi sæki garðinn heim ár hvert og aðeins 2 salerni voru þar til staðar. 9 salirnir eru sem sagt komin upp og það eru 6 salirnir til viðbótar. Staðsetning, þá að klárast vinna við sleppistæði svoköllu vestan við garðinn. Það sem hægt verður að aka með rútur og hleypa farþegum út til þess að heimsækja garðinn. Sem gríðarleg bót fyrir þau ferðaþjónustu fyrirtæki sem að aka hér með þessa farþega sem að koma með skemmtiferðaskipunum. Rekstur upplýsingamiðstöðvar hefur gengið mjög vel með nýju fyrirkomulagi og flestir virðast sáttir við það fyrirkomulag. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en helsta markmið okkar á næstu árum verður hér eftir sem hingað til að bæta þjónustugæði og tryggja öryggi skipa og farþega og jafna álagi eins og mögulegt er. Og ég vil að lokum leggja fram tillögu sem hljóðar svo. Bæjarstjórn telur að koma skemmtiferðaskipa sé mikilvægur hluti af ferðaþjónustu á svæðinu. Nauðsynlegt að vel sé að staðið að móttöku skipana og jákvætt að aukin samvinna við hagaðila og að merkingaleið og aðstæður fyrir fólk og bíla hefur verið bætt á hafnasvæðinu. Bæjarstjórn telur jafnframt mikilvægt að áfram verði unnið að úrbótum sem bætt geta sambúð við íbúa og vísa frekari umræðu og úrvinnslu til bæjarráðs. Takk fyrir það. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi nú bara þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir að setja málið á dagskrá og svo sem bara enduróma margt af því sem hún sagði hér áðan. Það alveg ljóst síðustu 10 árum, það hefur verið mikill vöxtur á komum skemmtiferðaskipa til Akureyrar og náttúrulega til stærstu hafna landsins. Og það hefur verið uppi ákall að stjórnvöld skerpi á öllu regluverki og sinni stefnu og sú vinna loks hafin. Kemur vonandi til með að nýtast okkur líka en það svo sem ekki nóg að stjórnvöld vinni sína heimavinnu. Þetta mál sem að kannski snertir nærsamfélögin mest. Við erum gestgjafarnir og við eigum að hafa skoðun á því hvernig við tökum á móti ferðalöngum, hvernig við tryggjum sem jákvæðasta upplifun þeirra, hvernig við vendum umhverfi okkar og hvernig við byggjum upp þjónustu og innviði í takt við stækkandi atvinnuveg, kannski með stuðningi stjórnvalda ef á þar að halda. Og það að mörgu að hyggja eins og bæjarfulltrúi Halla Björk nefndi og alveg ljóst að eins og kom fram að þessu ágætu gestum fylgja töluverðar tekjur fyrir hafnasjóð, fyrir ferðaþjóna
og fyrir verslanir og þjónustu, sérstaklega hér í bæ, þar sem að þjónusta mikil. En við höfum á sama tíma heyrt bæði frá forsvarsmönnum sjúkrahússins og frá embætti lögreglunnar að það hefur verið mikil áskorun fyrir þessar grunnstoðir samfélagsins að mæta þeim viðamiklu þörfum sem fylgja skipakomum. Og við megum heldur ekki gleyma því svona þegar að við förum að setjast niður og hefja einhverja vinnu að álag vegna skemmtiferðaskipa hefur áhrif langt út fyrir hafnabæina sjálfa. Við þekkjum það vel í þessum landshluta að algengustu áfangastaðnir eru oft þeir sem eru heimsóttir í skipulögðum dagsferðum. Það getur því orðið mikið álag á þeim stöðum á skömmum tíma. Ég veit ekki hvort að við bjóðum þeim inn í samtalið eða hvernig við vinnum það, en það er ágætt að hafa þetta í huga. Og ég held að það sé í sjálfu sér jákvætt í ára heldur færri skip eru væntanleg til hafnar heldur en í fyrra. Það gefur okkur vonandi tíma til að treysta okkar innviði, vinna skipulega að því eins og bæjarfulltrúi Halla Björk leggur til að móta okkur heildstæða stefnu í þessum efnum. Það er alltaf erfitt þegar við þurfum að elta skottið á okkur. En rétt eins og bæjarfulltrúi Halla Björk rakti vel, við erum svo sem ekkert á upphafspunkti heldur í þessari vinnu sem þarf að fara fram og ég kannski bæti við, ég er ekki viss að hafa komið fram í máli bæjarfulltrúa Höllu Bjarkar að Hafnasamlag Norðurlands hefur meðal annars innleitt umhverfiseinkunarkerfi fyrir skemmtiferðaskip. Og þegar það kerfi kemst svona almennilega í gagnið þá verður hægt að beita bæði jákvæðum og neikvæðum hvötum allt eftir umhverfishegðun skipana ef svo má segja og það er held ég mikilvægur áfangi allavega þegar við horfum til þess að draga úr menguninni sem að getur fylgt skipunum og ég þykist vita að það skipti bæjarbúa miklu máli. Við höfum heyrt það og vitum það bara sjálf sem bæjarbúar hér. Og við stöndum heldur ekkert eini í þessari vinnu eins og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á. Önnur sveitarfélög eru komið mislangt á veg í sinni stefnumótun og það er hægt að horfa til þess. Þetta er mikilvægur málaflokkur. Það er mikilvægt að ná sem flestum hagaðilum saman þannig að við getum móta okkur sameiginlega sýn og markmiðið á að sjálfsögðu að vera hagur markmið á að vera að hagur samfélagsins sé sem mestur af þessari ferðaþjónustu grein og þetta að neikvæð áhrif séu þá sem minnst og að greinin sjálf hér á landi eins og hún tengist okkur og hún sé sjálfbær til lengri tíma litið. Þannig að ég vil bara taka vel í þessa tillögu og þakka aftur bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir að setja þetta á dagskrá. Takk. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fyrst og fremst koma hérna upp og þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá sem að verðskuldar umræðu og þakka líka bæjarfulltrúa Gunnar fyrir viðbótina. Ég ætla nú ekki að fara að endurtaka margt sem að hér hefur verið sagt, en mér finnst eiginlega, í fyrsta lagi er ég ánægð með að við ætlum að vísa málunni til bæjarráðs sem er nefnd sem að sér ferðamál og atvinnumál hjá sveitarfélaginu og held einmitt að sé mikilvægt eins og þau bæði nefndu að tryggja það að það verði mikið samráð. Þetta hefur verið rætt alveg ofboðslega lengi, er inn í ferðamálastefnu Akureyrarbæjar sem að, ef ég man rétt, gildi frá 2016 til 2026 og og Hafnasamlagið vissulega mótaði sér svona sína hugmyndafræði varðandi móttökuna og eins og bæjarfulltrúi Halla Björk nefndi að þá er þessi stefnumótun hafin og var tilkynnt þá heimasíðu Reykjavíkurborgar núna á þessu ári eða vor. Ég held að það sé ýmislegt sem að við þá í framhaldinu gegnum bæjarráð getum séð hjá þeim sem er vel gert. Framkvæmdaaðilinn hjá þeim Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins þar sem að markmiðið er að skapa þessa sameiginlegu sýn hagaðila sem muni nýta sem grunnur að frekari skilgreiningum aðgerða við álagsstýringu sem hafi áhrif á samfélag, náttúru, efnahag og nærumhverfi. Það er einmitt að svo mörg að hyggja. Þetta er ekki alveg svarthvítt verkefni. Þarna gerum við okkur grein fyrir að eru tölusverðir hagsmunir undir en hagsmunirnir eru auðvitað ólíkir. Þeir eru fjárhagslegir og þeir tengjast ferðaþjónustu en líka umhverfi, samfélagi, náttúru og svo framvegis.
Það líka í draugum að tillögu þingsályktun ferðamálastefnu og aðgerðaáætlun til ársins 2030 þar í verkefni C7 þar sem að fjallað samstarf móttöku skemmtiferðaskipa og nýtingu innviða. Það sem að markmiðið að móttaka skemmtiferðaskipa skapi verðmæti í sátt við samfélag og náttúru og auðvitað þetta kannski lykilsetningin. Hvernig getum við tryggt móttöku og skapað verðmæti í sátt við samfélag og náttúru. Og það línudans sem að getur verið reynst þrautinni þyngri en það sem að ég vonast til þess að verði í framhaldinu í bæjarráði að við munum skipa einhvers konar starfshóp þar sem að bæði pólitíkin og hagsmunaaðilar víða að komi að málum. Þeirra verkefni þau skiptaði upp í rauninni 3 verkhluta. Það sem afurðin á síðan að vera stefnuskjal sem felur í sig sameiginlega sýn þolmörk þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa og það sem að þau í rauninni í þessum fyrsta fasa að vinna svolítið mikið með þeim hagaðilum sem eru eins og þá borgin sjálf, hafnarstjóri, menningar, fulltrúar menningar hefur sitt hlutverk, ferðaþjónustu, verslun og þjónustu og líka íbúasamtaka. Og mér finnst það líka eitthvað sem við gætum og ættum mögulega að hafa í huga, ekki síst hvað varðar íbúa í miðbænum og Oddeyrinni. Þar sem að kannski þeirra veruleiki geti verið annar en annara og eins bara það að vera ekki feimin við að ná fram viðhorfum íbúana. Hvað var það til dæmis að gera skoðanakönnun á viðhorfum þeirra og svo framvegis. En þá skiptir líka máli að huga að umhverfismálunum alveg eins og bæjarfulltrúi Halla nefndi og í aðgerðaáætlun okkar í umhverfis- og loftslagsmálum sem heitir aðlögunaráhrifum og loftslagsbreytingum. Og skiptir máli að kortleggja þar sérstaklega þess áhættuþætti sem verið að vinna í. Ég held að við höfum átt tækifæri til þess að gera þetta, eitthvað sem við höfum kannski ætlað okkur að gera í allt of langan tíma en við höfum kannski kastað boltanum of mikið á milli aðila. Hvað gerir Akureyrarbær, hvað gerir hafnarsamlagið, hvað með íbúa, hvað með markaðsstofuna, hvað með verslun og þjónustu, hvað með þennan og hinn. Við þurfum einhvern veginn að gefa okkur líka svolítið tíma í þetta samtal. Þetta fyrir mín parta oft skiptir máli að bara rumpa af stefnum og hafa helst jafnvel bara aðgerðaáætlun og koma svo bara í gang og gera þetta. Þarna held ég að vegferðin eða ferðalagið í að skapa sýnina sé ekki síður mikilvæg heldur en afurðin sjálf. Þannig ég myndi svona í þessu máli hvetja okkur til þess að vanda svolítið til verka og kalla frekar fleiri að borðinu en færri og ná fram svona eins fallegum línudansi milli þessa að gæta hagsmunum sem snúa fjárhagslegum hagsmunum samfélags og náttúru eins og nokkur kostur Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvað sér hlóðust þá segi umræðinu lokið og ber upp tillöguna sem ég las upp hérna áðan þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Það eru 11 og þá dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. og 13. júní, bæjar á 13. júní, fræðslu og lýðheilsuráð 27. maí og 10. júní, skipulagsráð 12. júní, umhverfis- og mannvirkjaráð 4. júní og velferðarráð 12. júní. Hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Og þá segi fundi slitið 16 mínútur yfir 5. Takk fyrir góðan fund.